Já, hæ barnsberar. Ég ætla nú að gera spá fyrir ykkur. Já, þess ekki hérna ég þurfti að setja smá meditation með alltaf betra. Herri já, ég ætla að gera fyrir ykkur að spá með ástina. Hvað er ykkar energy, hvað er að koma, eða bara hvað sem að kemur í spilunum hjá ykkur. Hvað sem er single eða í sambandi eða eitthvað, ég ætla svona að sjá hvað kemur. En já, ég ætla að byrja því að fá ég ætla að byrja að fá hérna Angel Number fyrir ykkur. Og þið googlið það bara, svona fyrir ykkur. Sjá hvort það passi eitthvað. Svona eitthvað skilabóð frá englunum. Eitthvað fleis. Angel Number Meaning og Google. Og þið fáið 5, 2, 4. Geti ykkur 52, 25, 24, geti verið 42, 54, 45, 47, eitthvað af þessu. Og ég sé eitthvað sambandi við 7. maí, kannski ykkur afmæli þá. 7. apríl og gæti verið líka 2. september eitthvað samt í það. Já, ég ætla svo að lesa hérna svona fyrir ykkur varsparar. Ending on trauma, transform memories and symptoms. Það hérna. Það getur verið að þið sé bara svona, ég er búin að yfirstíga eitthvað svona tilfinningalega að sé. Þá er það svona að yfirstíga eitthvað svona tráma, hvað maður kalla þetta. Svona, þú veist, það eru svona tilbúin að taka ný skref. Og svona laga hluti eða eitthvað. Friendship. Nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life. And your love life will dramatically improve. Þetta er eitthvað sem er tattoo líka. Forgiveness, stop focus on your energy on the past events, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine. Já, ég ætla að fá hérna eitthvað fyrir ykkur. Hvað er að koma í ástinni hjá vatnsberanum? Spil fyrir vatnsberan í ástinni. Healing. Imagine yourself and your beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed this very moment. Það geti verið að þau verið í sambandi þá er það bara, þú veist, að verða einhvern veginn svona betra, geti ég nú sagt. Það er, þið eru kannski bara svolítið að hýla hvort annað, eða þessi manneskja sem er að koma til ykkar verður það svolítið þannig, og þetta er svona, alveg svolítið svona, sem ég sé, svona eins og sexual healing. Það er eitthvað svona, og það er svona svaka tenging, svona vill ykkar. En það er svona eins og þegar það hafi svona kannski trigger eitthvað, svona past traumas og eitthvað svona, alls konar eitthvað í gangi sem þau þurft að yfirstíga, og það er bara eins og, það sé svolítið svona eitthvað að klárast. Það er,
og mér finnst hérna. Sýna ykkur hérna myndina líka á þessu. Þið fáið Zelda Fitzgerald. You will only be bored if you are boring. Life always needs a little drama and lots of dancing. Think only of today, why worry tomorrow? Þessi manneskja sem er svona inn í ykkar energy svolítið mikið fyrir að bara vera svolítið, þú mætti kannski ekki segja það, en kærulaus, en svona, en samt ekki, og svona gæti verið svolítið mikið fyrir að drekka eða eitthvað, maður veit það ekki. En það er svolítið svona að vera að njóta sín og eitthvað svoleiðis sko líka. Já. Always wake them up before you go. Pay no heed to careless whispers. Family are your band members. Cheers, Michael. Já, það er svona eins og hérna annar aðili séð frekar svona já svona kærulausar og hinn svona meira svona vantar að meira svona attention með eitthvað líka. Við fá svona kossaður hann fyrir vinnuna eða eitthvað svona svo litlu hluti sem að kannski svona þú spáir ekkert í það öfugt. Sér svona, gæti verið kannski maður hérna með smá skegg, allar dökkt hár. Já, við skulum bara sjá hvað þessu er hérna. Það þarf ekki endilega að vera dökkt, það getur verið líka bara frá svona, já, það er svona eitthvað svona sjarmerandi við þessa manneskju sem er inni á þér, Kasperi. Heyrðu, ég ætlaði nú ekki að gera þetta, en það er komin að svona, eitthvað svona támoment eða eitthvað svona þannig inn hjá þér nýlega. Svo Pentacles, hvað er að koma í áttunni hjá meginni, kannski ykkur í meginni hjá okkur. En já, Valsperranum. Akkur sagði megin. Já. Þetta vildi koma út, Queen of Cups. Ég sé hérna bara núna svona eitthvað stabílt samband hérna. Og það er hérna manneskja sem hefur mikla ást til þín.
vill gera hluti með þér og svona. Og þeir eru svolítið á sama róli bara, má segja. Meira fyrir vatnsberann. En það verður hérna hraðar breytingar eða svona ákvörðunartaka, eitthvað samt við ágúst eða eitthvað, eða desember. Eða kannski hefur verið hlutin að vera að gerast rosalega hratt bara síðan í janúar og getur alveg verið fram í desember, mikið meira. Það er samt svolítið, þó svo að það sé svona mikið að gera og allt í gangi og allt svolítið, sko, þá sko, eru þið bara svolítið svona, já, partur af þessu, skilurðu, eða þessi manneskja bara það svolítið þannig að vilja, gera allt betur og gera allt fyrir þig og eitthvað fleiri, sko. Það er naut með á Steingerð hérna, og bogamaður, og svo er líka bæjarsann hérna, og tvíburi. Það gæti verið, sko, að það hafi verið komin einhver endir einhvern tímann áður og svo núna er bara svona, þú veist, hræðslan að vilja ekki að missa þig eða eitthvað fleiri, sko. Þetta er eitthvað fleiri. Það hefur kannski verið eitthvað svona, já, svona eins og ekki að sýna rétt andlit og eitthvað svona, veist. En svo er það eiginlega bara búið. Það er bara, veist, svona balans upp á þeir, sko. Temperance og Magician. Magician er, ég veist að já, þið hafið allt í höndum ykkar. Og það er svona þetta tímabil búið. Gæti verið líka að þessi manneskja sé mikið að vinna við að gera hluti eða er svona allt í öllu. Gæti verið smá ofvirk. Hvað meira fyrir vatnsberann? King of Pentacles, Temperance aftur. Gæti verið bogamaður sterk líka hérna, en það er naut með á Steingerð og vatnsberi, vog og tvíburar. Gæti verið vatnsberi að þið séu svolítið að halda aftur af ykkur og svona, já, eftir kannski eitthvað svona heartbreak eða eitthvað. Og svona, eru svolítið svona kannski, já, ekki að gefa mikið á okkur en samt það að gefa en samt svona, eitthvað. Ég veit ekki hvernig að útskýra þetta. Og það gæti verið líka eitthvað tvennt hérna í boði. Tvennt hérna sem að, er í eitthvað svona energy líka, sko. Það er eins og sér svona, gæti verið svona eitthvað svona influencer eða af öðrum eða eitthvað. Gæti verið vinur eða eitthvað fleiri, sko. Eða vinkona eða eitthvað fleiri, sko. Og það er eitthvað svona, hefur svona sett strik á reikninginn, svona, eða svona, annarkvort þessi manneskja svona vondið eftir eitthvað áður sem hefur komið fyrir, eða þá svona að eða þetta hefur komið svona inn í sambandi, annarkvort.
En já, ég sé hérna að þetta svona, það hérna counterpart hérna sem að það eins og bara að hlutin eru eftir að fara bara lengra. Þetta gæti verið líka eitthvað nýtt sem að koma inn sko, hjá einhverjum sem single sko, þá þetta eitthvað svona síðan í janúar og svona eitthvað sem að já, þið þurfum svona bara að vinna úr eða eftir að koma inn sko. Og tárin aftur sko. Finn svo mikið, bara mikið hérna, það einhver sem bara hérna kringum hjá okkur sem með henni. Það er svo tíka. Ég ætla að láta þetta bara duga, annars get ég halda áfram bara endalaust. Já, en þið getið séð fram á breytingu, það er svona endur, það er að koma svona nýtt inn, kannski bara nýtt í sambandinu, svona nýja breytingar, það er svona eins og þið getið farið svona meira að plana, þá getur verið að þið séð bara, eitthvað, getur verið svona að stofna eitthvað fyrirtæki eða eitthvað svona, það er svona, já, eða það er eitthvað svona, það er bara nóg að gera alveg fram í desember, til að segja. Það láta það bara duga. Hei.